Hello, Iceland! Flipped learning in Iceland is awesome, and I am absolutely like crazy privileged to announce the Flipper of the Year. Who in the audience is the Icelandic Flipper of the Year? Well, let me tell you a little bit about him. He has been flipping vocational training for a long time. In fact, he was flipping before flipping was a term. This guy is amazing. I got a chance to visit with him and visit his classroom, and let me tell you, I was impressed. This man is awesome. He not only is awesome in his classroom, he has also helped many of you in this audience and done professional development on how to flip. This guy deserves the award. So, drum roll please. Who is the Icelandic Flipper of the Year? His name is Ivar Valbergsson. Let's welcome Ivar to the stage. Woo! Ivar Valbergsson. Ég að kenna hérna vélstjórn í Flugbrautaskóla Suðurnesja. Ég vil kalla þetta lífrænt nám sem er í gangi hérna, eða náttúrulegt nám. Þetta svipað og þegar við lærum að ganga og tala, þetta kemur bara innan frá og út og við búum bara til stemmingu þar sem að nám á sér stað. Einstein sagði, ég er hættur að kenna, ég bý til kringumstæður þar sem nám getur átt sér stað. Og ég vil meina ef við náum þessum sem ég stunduna hérna, kringumstæðum, að þá getum við náð þeim árangri að við getum í rauninni sleppt heimanámi af því að framleiðnin er svo mikil í tímum. Og þetta er bara stemming sem við þurfum að búa til inn í kennslustofuna. Já, ég kem af sjónum á sínum tíma og kem hérna sem kennari fyrir 90 árum síðan. Ég er sjálfur lesblindur og þannig að ég fór strax óhefðbundnar leiðir í þessu og hef aldrei til þess getað að nota töflu, þannig að ég fór að nota tölvutæknina meir og meir. Og í dag eru allir nemendur með 2 tölvuskjái og þetta er búið að þróast svona á 19 árum og notum herma mikið og ég get verið að kenna líka 2 áfanga í einu eða 3, 4, 5, alveg upp í 12 þess vegna. Það fá við flotta breytt inn í þetta að við getum verið með unga og eldri nemendur og ég tek eftir því að það sem var áður að gerast í kringum áramótin þegar við þroskuðust að það gerist fyrr á önninni. Ungu nemendurnir læra af eldri og eldri, sem sagt, það festist betur í þeim þar sem þeir eru að deila með þeim yngri. Það verður svona bara alveg sem gerst á heimilinu. Það eru pabbi, mamma, afi, amma og frænkur og frændur að hjálpa þau að læra að tala og ganga og þetta gerist bara í skólastofinu á mjög náttúrulegan hátt og öllum líður vel. Og þetta er ákveðin gæði að geta unnið við það sem eru gaman af. Og ég vona bara fleiri kennara geti mikið að njóta þess í framtíðinni að fá að kenna undir þessu formi og nemendur náttúrulega ekki síst að læra í þessum kringumstæðum. Þar sem að framleiðnin verður bara miklu meiri. Og það er þetta dásamlega við þetta sem að ég vona að fólk bara átti sig á. Sko, nemendur geta verið hver á sínu staði í námsefninu og í rauninni hvaða fagi sem er líka. Ég get verið með 12 fög í gangi og þetta er alveg kjörið til þess að hver tekur námið á sínu hraða. Og afburða nemandi, hann getur klárað á miðröðin, einn áfanga, og bara farið strax í næsta. Og þess að í annað fag ef maður vill það. Og það er til dæmis, og ég er með góða tengingun í atvinnulífið, Njarðvíkurslippu þeir hafa verið að kvarta yfir því að ef það er eitt fag sem öllu nemendum vantar, að þá missar hann alla starfsmenn á sama tíma. En ég get mætt því með því að þeir geta verið sama faginu á sitt hvorum tíma. Það skiptir engu máli. Þetta er bara rosalega flott system sem bara virkar. En þau hafa hvort annað sem er rosalega gott og mig sem veitir öryggi. Þannig að þetta og það eru bara ákveðnir töfrar sem þessi stað og ég bara hvet fólk til að koma í heimsókn annað til mín eða í Keili til að sjá vendina og til að skilja hvernig það virkar. Og þetta er alveg svona súkkulaði, maður getur ekkert vitað hvernig súkkulaðabragðið er maður býti í súkkulaði. Og kannski eitt að loku sem ég langar að segja og það er hann Sugata Mitra sem gerir tilraun sem heitir Hole in the Wall Experiment. Í 3 eða 4 ár reyndi hann að fá birt grein í kennslutímariti. Og svo loksins þeir byrta þetta, akkur vildu ekki byrta þetta fyrr? It was too good to be true, sagði hann. Og það, ég upplifa þetta oft hérna, mér finnst oft í þessu að ljúga þegar að segja fólki hvað er að gera í stofunni hjá mér.